Herra forseti, Ólafur Ragnar Grímsson, undirrituð skora á yður ef til þess kemur að synja staðfestingar lagafrumvarpi fjárhagslega ábyrgð íslenska ríkisins vegna svonefndra Icesave-samninga við hollensk og bresk stjórnvöld. Ríkisábyrgð vegna samningana getur raskað lífi þjóðarinnar stórkostlega mörg ókomin ár. Að hafna ábyrgðinni getur á sama hátt verið afdrifaríkt. Ábyrgðin og byrðarnar eru þannig lagðar þjóðin á herðar í báðum tilvikum. Því rétt að þjóðin skeri sjálf úr málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Slíkt fyrirkomulag ekki aðeins réttmætt og sanngjarnt, heldur einnig nauðsynlegt til að ná sæmilegri sátt þá leið sem farin verður. Herra forseti, við viljum málið í okkar hendur. Og ég leyfi mér að afhenda þér þessa áskorun. Þakka þér fyrir. Fyrir hönd þeirra 10.000 sem hafa þegar skrifað undir hana á kjósa.is og eyðublöðum og undirskriftin þeirra hérna. Sigurður, þú kannski afhendir forsetanum. Og þær eru þá spenntar út hérna? Já. Jæja, þið voruð að spjalla við forseta Íslands. Hvernig tók hann í erindið hjá okkur? Já, hann tók okkur vel og tók erindinu líka vel og hann var nú að rekja það að þetta væri fyrsta skipti sem að hann vissi til að forsetaembættið tæki á móti áskorunum af þessu tagi með formlegum hætti. Venjulega hefði þetta bara verið skilað inn á forsetaskrifstofu. Ég vona að það boði gott. Barst það eitthvað í tal hugsanleg viðbrögð hans við þessari ósk ykkar í kjósa.is að staðfesta ekki þessi lög? Nei, hann var alveg hljóður það. Gaf ekkert út á það? Nei, hann gaf ekkert út á það og gaf ekkert í skil heldur. Mynduði hann á það þegar hann neitaði að staðfesta lögin úr fjölmiðlafrumvarpinu? Nei, hann tala nú það bara sjálfur við okkur. Svona drapa hans á því og við ræddum það aðeins en umræðan snerist eiginlega mest þessa áskorun okkar og mér fannst það bara taka því mjög vel og tók mjög vel á móti okkur og skoðaði öll gögn mjög vel og var svona, já, bara imponerað held ég af þessu framtaki. Hvert næsta skref hjá okkur í kjósa.is? Ætlið þið að halda áfram að safna undirskriftunum eða látið þið staðan hérna? Nei, síðan opinn og mun halda áfram að vera opinn öllum. Venjan sú að forseti staðfestir lög, undirrita lög, samdægur. Þannig að það ekki eftir neina að bíða ef að menn vilja halda áfram að skora á hann. Vefsíðan stendur opinn áfram. Ykkur hefur ekki dottið í huga afhendunum þessa lista hér á tröppunum þar sem að hann hefði kannski fengið að sjá mæðurnar og börnin sem að eru hér fyrir utan? Ég bara svo hugmyndasnauður, mér datt það ekki í hug. Þannig að við getum átt von á því að þessi lög verði formlega staðfest af embættinu seinna í dag eða þeim synjað. Já. Takk fyrir Hjörtur Hjartarson og Sigurlaug Ragnarsdóttir. Takk sömuleiðis. Hér hjá okkur Ingifríður Skúladóttir, ein af fjölmörgum íslenskum mæðrum. Maður hefur kannski átt von á því að sjá þar fleiri hér með börn sín í dag. Ég var að vona það allavega. Ég fekk bara póst í morgun og ég hendi öllu frá mér og hljópa af stað sko. Mér fannst það bara alveg sjálfsagt mál. Reyndar gat ég ekki tekið krakkana með vegna þess að tveir voru enn í skóla og svo ég með unglinga sem í vinnu og einn lítill sem var nú bara farin í afmæli þegar mótmælin voru, en annars hefði alveg örugglega komið hérna með ef við hefði ekki öll verið upptekin. En mér finnst þetta bara svo sjálfsagt að henda bara frá sér og hlaupa af stað. Þetta ekkert smá sem við erum að leggja börnin okkar. Það eru börnin okkar sem eiga að borga þetta, börnin og barnabörnin. Hvað heldur að valdi þessu? Hafa íslenskar mæður engar áhyggjur af þessum skuldaklafa sem að þessi lög setja á æsku landsins? Jú, ég held að það hafi áhyggjur. Ég held bara satt að segja að fólk sé búið að gefast upp. Það hefur ekkert verið gert fyrir fjölskyldunar í landinu. Ég segi að það bara leið bara að afgreiða Icesave, þá fer þingið í frí, eins og það sé ekkert annað sem þurfa að gera. Það ekkert verið að hugsa fjölskyldunar. Ég held að fjölskyldunar sé bara búin að gefast upp. Þar með talið mæður og að sjálfsögðu feður líka.
Fólk er bara gjörsamlega orðið vonlaust. Hvað með þig persónulega? Ert þú búinn að gefast upp? Ég er að reyna að gera það ekki. Þú allavega ert hérna í dag. Ég er bundin í báða fætur með mína skuldir en ég kem til með að hvetja börnin mín til þess að flytja úr landi. Hver heldur þú að verði viðbrögð embættisins hér á Bessastöðum við þessari ósk kjósa.is og þúsunda Íslendinga að hann staðfesti ekki þessi lög? Ég á því miður ekki vonaði að hann fari að þessum áskorunum, því miður. En maður verður að reyna. Ef maður reynir ekki þá er maður ekki sáttur við sjálfan sig.